Stjórnvöld geta nú aftur kallað vernd útlendinga sem brjóta alvarlega af sér eða fremja ítrekuð brot samkvæmt lögum sem samþykkt voru einróma á Alþingi í dag. Olíuskortur hefur veruleg áhrif á íbúa Kúbu og Sameinuðu þjóðirnar vara við skelfilegum afleiðingum hans. Bandaríkjastjórn hefur stöðvað nær allan olíuinnflutning til landsins. Kínverjar hópast til landsins til að fagna nýja árinu sem gengur í garð í kvöld. Norðurljósa ferðir eru vinsælar en einmuna tíð hefur verið til að virða fyrir sér ljósakyrrðina. Rostungur leikur í makindum sínum í fjörinni við Selatanga á Reykjanesskaga, miðja vegu milli Grindavíkur og Krýsuvíkur. Rostungar eru farnir að gera sér ferðir hingað oft á ári. Flestir eiga sína uppáhaldsbollu, hvort sem þær eru heimabakaðar eða úr bakaríum landsins. Þessar klassísku eru vinsælar, með rjóma og sultu og svo eitt sem má alls ekki vanta. Súkkulaði. Gott kvöld. Alþingi samþykkti í dag frumvarp dómsmálaráðherra afturköllun alþjóðlegrar verndar. Samkvæmt lögunum fá stjórnvöld heimild til að svipta útlendinga alþjóðlegri vernd ef þeir brjóta alvarlega af sér eða fremja ítrekuð brot sem ógna allsherjarreglu. Þótt stjórnarandstaðan hafi öll samþykkt frumvarpið, vildi hún ganga lengra og gera afturköllun að skyldu, en þingmenn meirihlutans felldu þá tillögu. Hin Norðurlöndin hafa verið með svona heimild í sínum lögum og nú erum við loksins að stíga þetta skref. Skilaboðin, þau eru skýr, afbrot hafa afleiðingar og því fylgja skyldur að fá réttindi sem þessu. Lagaákvæðið er líka skýrt og það skiptir sérstaklega máli. Stjórnvöld geta nú afturkallað alþjóðlega vernd í kjölfar afbrota, alvarlega afbrota eða ítrekaðra. Magnús Geir Eyjólfsson, það var mikil sátt þetta frumvarp en það var nú ekki raunin með öll mál á dagskrá. Sannarlega ekki. Það var tekist hin ýmsu mál hér á þingi í dag. Dagurinn hófst á óundirbúnum fyrirspurnatíma þar sem spjótin beindust einkum að Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra, og það sló aðeins í brýnu á milli hennar og Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, formanns Miðflokksins, þegar hann spurði út í mögulegar aðildarviðræður við Evrópusambandið. Að ekkert ríki sækir aðild að Evrópusambandinu án þess að ætla sér að ganga þeir inn og að viðræðurnar snúast það með hvaða hætti og eingöngu með hvaða hætti umsóknarríkið ætlar að uppfylla kröfur Evrópusambandsins. Og ég hef verið alveg skýr á því og ég forðast ekkert að nefna það að við fáum ekki þær undanþágur, ef við fáum ekki þau viðmið, ef við fáum ekki þá lendingu í samningnum varðandi auðlindamál sem ég hygg að séu farsæl fyrir Ísland, þá mun ég svara nei við seinni atkvæðagreiðslunni. Og mér finnst fyrir neðan allar hellur að hæstv. Forsætisráðherra skuli í svona mikilvægu máli leitast við að snúa út úr villan fyrir fólki og plata, sem einmitt það sem hæstv. Ráðherra sagði fyrir kosningar að væri ljótt að gera. Að það á að hræða fólk inn í þessa atkvæðagreiðslu. Ég hræðist ekki þjóð mína, hún er vel gefin, hún er upplýst og ég veit að hún mun taka rétta ákvörðun sama hver hún er, hv. þingmaður. En stóra málið í dag var á neyfa frumvarp félagsmálaráðherra tengingu bóta almannatrygginga við launavísitölu. Málið var rætt í síðustu viku og atkvæðagreiðsla fór fram í dag og líkt og við mátti búast, þá var það samþykkt og frumvarpið fer nú til velferðarnefndar. En svona af umræðunum að dæma þá hefði mátt ætla að meirihluti og minnihluti væri að greiða atkvæðum algjörlega sitthvort frumvarpið. Að nánast allir hagfræðingar landsins sem hafa tekist á málið, stofnanir, Seðlabankinn, ASÍ, SA, fjármálaráð í tengslu við fjármálaáætlun síðastliðið vor, allir vara við því að setja fjárlög íslenska ríkisins á sjálfstýringu. Ríkissjóður er ekki að fara á hliðina vegna öryrkja og eldra fólks og ekkert í því frumvarpi sem hér til umfjöllunar rennir stoðum undir heimsendaspárnar og gífuryrðin sem hafa heyrst í þessum sal síðustu vikur, ekki neitt. En ég bið hvítboga til þeirra meðferðar í ljósi ummæla hv. formanns velferðarnefndar sem hér vísar á bara bug öllum umsögnum sérfræðinga héðan og þaðan. Hvers slags aðför þetta hér á hinu háa Alþingi af ákveðnum stjórnmálaflokkum gegn fátækasta fólkinu í landinu? Mér gjörsamlega misboðið.
Já, til að ræða þetta mál enn frekar eru hér 2 þingmenn sem voru að þrátta málið í dag. Við ætlum að byrja á þér, Guðrún Hafsteinsdóttir. Já, hvað óttist þið að gerist? Verður þetta frumvarp að lögum? Sko, fyrst vil ég nú fá að segja það að við sjálfstæðismenn að við höfum nákvæmlega ekkert að móti því að þeir sem þiggja bætur úr almannatryggingakerfinu njóti sanngirnis. Aftur á móti er þetta óábyrgt frumvarp. Þetta er frumvarp sem að mun setja 20% fjárlaga á sjálfstýringu og það er bara gríðarlega hættuleg þróun og auk þess teljum við að þetta sé algjörlega ónauðsynlegt því að forsætisráðherra ýjaði að því í dag að það væri síðan pólitísk ákvörðun sem væri tekin í fjárlögum hvers árs hversu mikið ætti að fara í þennan málaflokk og það er bara eins og fyrirkomulagið hefur verið síðustu ár og ríkisstjórnin getur sleppt þessu frumvarpi algjörlega eins og þau eru að leggja það fram í dag og gert hlutina og tekið pólitískar ákvarðanir núna bara út þetta kjörtímabil hversu mikið á að hækka almannatryggingar. Kristján Þórður, SA, ASÍ og virtir hagfræðingar eru meðal þeirra sem hafa gagnrýnt þetta. Sjáu þið enga ástæðu til að hlusta á þessi aðvörun orð? Nei, í raun og veru þá hlustum við á og heyrum hvað fólk er að segja í þessu en þetta mál er bara byggt á okkar stefnumótun og stefnumörkun þegar við göngum inn í ríkisstjórn. Við sögðum það fyrir kosningar að við ætlum að stöðva kjaragliðnun ellilífeyrisþega og öryrkja og það er það sem við erum að gera hér í þessu máli. Þetta er í raun og veru tiltölulega einfalt mál. Það er eingöngu verið að breyta, skipta út einu orði fyrir annað, taka út launaþróun og hvernig greiðslur almannatrygginga eiga að hækka. Taka út launaþróun og setja inn launavísitölu Hagstofu Íslands í staðinn. Og það er í raun og veru bara einfalt og mjög sanngjörn leið til þess að fara þannig að það sé tryggt að launaþróunarmarkaði skili sér í greiðslur almannatrygginga. Með þessi orðþín þá var ekki gera mikla breytingar á frumvarpinu milli umræðna. Nei, málið fer inn í velferðarnefnd og nei, í raun og veru ég sé svo sem ekki. Við eigum eftir að taka umræða þar en ég ger ekki ráð fyrir að verða einhverja mikla breytingar, nei. Guðrún, hvað viljið þið sjá gert við frumvarpið? Við vorum hér með frávísunartillögu í dag sem að ríkisstjórnarflokkarnir felldu og vildu ekki sætta sig við. Ég vil að þetta frumvarp fari aftur til ríkisstjórnar og verði endurskoðað, það verði hlustað á öll þau varnaðarorð sem allir helstu sérfræðingar landsins hafa sett fram. Það er auðvitað eitthvað stórkostlega rangt við það að hér skuli 2 hagfræðingar, Kristrún Frostadóttir og Daði Már Kristófersson, sem að hafa nú hingað til verið taldir virtir hagfræðingar, að þetta séu einu hagfræðingar landsins sem hafi rétt fyrir sér í þessu máli. Það er bara ekki þannig. Við látum þetta vera loka orðin hérna Alþingi en þetta mál er hvergi nærri útrætt en við fylgjumst bara sjálfsögðu áfram með því. Já, takk fyrir þetta Magnús Geir á Alþingi. Og silfrið er á dagskrá í kvöld og þar verður kafað nánar ofan í þetta mál. Er ekki svo, Bergsteinn? Það er alveg hárrétt. Við ætlum að tala um efnahagsmálin í silfrinu í kvöld og þar mun tenging almannatrygginga við launavísitölu vissulega koma við sögu. Gestir okkar eru Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, hagfræðingur BSRB, Ásta Fjellsteð, forstjóri Festi og Katrín Ólafsdóttir, dósent í hagfræði við Háskólann í Reykjavík. Takk fyrir þetta Bergsteinn, við missum ekki af silfrinu. Umferð Rafah, landamærastöðina milli Gaza og Egyptalands er takmörkuð og enn bíða þúsundir þess að komast undir læknishendur utan Gaza. Fórnarlömbum Ísraelshers heldur áfram að fjölga þrátt fyrir vopnahlé. Systkinin Mohammed og Farah er á meðal þeirra sem bíða þess að komast frá Gaza. Mohammed segir 7 aðgerðir hafa verið gerðar á fætinum án árangurs. Farah systir hans misti auga og þarf líka aðgerð. Hún fæddist með CP-hreyfihömlun. طبعا هنا اولادي محتاجين للعلاج صار لهم 1.5 سنة ما فيش امكانيات ولا في ادوات طبيه. حتى معبر رفح فاتح ونحتاج لتحويله طبيه اخت فرح وعندي بدي زراعه عظم واخت فرح بدها عمليه بعينها. فعلا هم محتاجين للعلاج خاصه الولد هذا عندي اصابته شديده وبيعاني من التهابات وبيحتاج لزراعه عظم. Vopnahlé hefur staðið í rúma 4 mánuði en fórnarlömbum Ísraelshers heldur samt áfram að fjölga. Þá finnast sífellt fleiri lík. Þessi fjöldagröf í Deir al-Bala uppgötaðist nýverið, í henni voru 53 lík. Mitt í öllu þessu reynir fólk að halda áfram með lífið. Í síðustu viku var fótboltavöllur opnaður í Gazaborg, umkringdur húsarústum. وكون احنا مستمرين يعني الانديه تفتح من اول وجديد والضمار يرجع النادي يجي الامور الامكانيات الملاعب.
2 ár eru frá því að rússneski stjórnarandstæðingurinn Alexei Navalny lést í fangelsi. Ástvinir hans og stuðningsfólk komu saman við leiði hans í Moskvu í morgun. Nýverið sökuðu ráðamenn 5 ríkja rússnesk stjórnvöld að hafa byrlað honum eitur úr froskum. Þessu neita Rússar. Síðast í morgun sagði talsmaður þeirra ásakanirnar hlutdrægar og órökstuddar. Navalny hefði einfaldlega hnýið niður þegar hann var á göngu úti við fangelsið þar sem hann afplánaði 19 ára dóm. Honum var gefið að söka leið og öfgasamtök en hann fór fyrir samtökum sem rannsökuðu spillingu í Rússlandi. Now it's not just words, it's scientific proof that my husband Alexei Navalny was poisoned and killed by Russian government and by Vladimir Putin in Russian prison. Only the Russian government had the means, the motive and the opportunity to use that toxin against Alexei Navalny in prison. Olíuskortur hefur áhrif á nánast alla kima samfélagsins á Kúbu. Bandaríkjastjórn hefur frá 29. janúar hótað tollum á þjóðir sem flytja olíu til Kúbu. Sameinuðu þjóðirnar vara við skelfilegu ástandi verði olíu ekki hleypt inn í landið. Olía, svarta gullið, nokkuð sem Kúbverjar reiða sig mjög á og mest öll hún innflutt. Visitar sí que son de batería porque aquí no hay más nada. Es con lo que resolvemos aquí. Y así, poquito a poco, echando para adelante, no hay de otra. Það ekki aðeins farartæki sem þurfa olíu. Án hennar fer nú þegar stopul rafmagnsframleiðsla endanlega úr skorðum. Enn meira rafmagnsleysi þýðir að heilbrigðiskerfið, matvælaframleiðsla og aðgangur að hreinu vatni skerðist. Allt þetta og fleira undir. Intensive care units and emergency rooms are compromised, as are the production, delivery and storage of vaccines, blood products and other temperature-sensitive medications. Takmarkað aðgengi að upplýsingum og samband við umheiminn einni fylgifiskur rafmagnsleysis. In Cuba, more than 80% of water pumping equipment depends on electricity, and power cuts are undermining access to safer water, sanitation and hygiene. Þetta allt stórhættuleg blanda. Hvað þá í landi þar sem efnahagurinn rjúkandi rúst eftir áratuga óstjórn kommunistaflokksins og viðskiptabann Bandaríkjanna í ofanálag. Og það einmitt Bandaríkin sem nú hafa stöðvað nær allan olíuinnflutning með því að hóta þjóðum sem selja olíu til Kúbu með tollum. Yo creo que Cuba es amenaza para los cubanos, no para Estados Unidos. Para los mismos cubanos que sigue el gobierno, es amenaza para los mismos cubanos. La medida que va a tomar Trump es un poco creo que dura porque al final el que va a afectar va a ser al pueblo, no al gobierno. Olían kom að mestu frá Venezuela og Mexíkó. Í síðustu viku sendu stjórnvöld í Mexíkó 2 skip af hjálpargögnum í staðinn. Puede uno estar de acuerdo o no con el régimen de gobierno de Cuba, pero no debe afectarse a los pueblos nunca. Kúba næst voru skilaboðin frá bandarískum stjórnvöldum eftir að ráðist var inn í Venezuela í byrjun árs. I think we would love to see the regime there change. We would like to, that doesn't mean that we're going to make it change, but we would love to see it change. Rubio sjálfur af kúbverskum uppruna. Hvað almenningur þar vill erfitt að segja. Þar ekki lýðræðislegar kosningar og svo hættulegt að mótmæla stjórnvöldum. Sumarið 2021 kom til fjöldamótmæla sem voru barin niður af mikilli hörku. Tugir tegunda af bjór með lítið sem ekkert áfengisinnihald fást í matvöruverslunum. Úrvalið hefur margfaldast á fáum árum og sífellt fleiri velja þannig kost, ekki síst þeir sem kjósa áfengislausan lífstíl. Og eins og margt annað þá þetta fyrirbæri sér mörg nöfn. Við köllum þetta oft NOLO sem stendur fyrir No and Low Alcohol og við höfum heyrt erlendis. Og svo nullarinn náttúrulega annað sem maður að heyra út á götu sko. En hvaða heiti sem við kjósum að nota, þá hefur orðið sprenging í framleiðslu og sölu á slíkum drykkjum undanfarin ár. Þetta í kringum einhverju 40 vörunúmer í dag sem við með. Ég myndi örugglega segja að þetta væri 3-földun eða 4-földun í úrvali frá því fyrir kannski 10 árum síðan. Þetta var lengi vel kannski 2-3 tegundir sem við vorum að bjóða upp á en svona 2 sinnum til 3 sinnum það í dag. Og svo þetta ekki síst valkostur fyrir þá sem ekki neyta áfengis. Já, við sjáum allavega í öllum neytendakönnunum að það eru fleiri og fleiri sem kjósa einfaldlega áfengislausan lífstíl. Þetta á við alla aldurshópa en kannski sérstaklega áberandi með yngstu hópana. Núna edrúar, þar sem fólk svona hvatt til að
neyta minna áfengis. Finnið þið fyrir því í þessari sölu? Við finnum klálega fyrir því í auknum áhuga viðskiptavina, bæði hvað varðar bara fyrirspurnir ákveðna vörur og svo koma stóri söludagar yfir helgar. Það hafi mikil framþróun orðið í vinnslu og framleiðslu á þessu og gæðin hreinlega orðin miklu betri og þar af leiðandi eftirspurnin, elt það. Þannig að áfengislaus bjór bara einfaldlega betri heldur en hann var? Já, ég held að það sé engin spurning. Erlendir ferðamenn sem koma til landsins til að sjá norðurljós hafa fengið óvenju mikið fyrir sinn snúð undanfarið. Frá áramótum hefur verið óvenju þurrt og heiðskýrt, sérstaklega á sunnan- og vestanverðu landinu og ljósadýrð á himni kvöld eftir kvöld. Auk þess var í síðasta mánuði einn kröftugasti sólstormur í meira en 20 ár. Spár gera ráð fyrir allmikilli norðurljósavirkni í kvöld og eflaust margir sem freista þess að berja þau augum. Alma Ómarsdóttir, fréttamaður, við litlu kaffistofuna sem verið að breyta í viðkomustað í norðurljósaferðum. Jú, mikið rétt. Litla kaffistofan sem við þekkjum svo mörg svo sannarlega búin að fá andlitslyftingu eins og þið kannski sjáið. Og hér ætlar fyrirtækið Icelandia að taka á móti norðurljósa þyrstum ferðamönnum. En við Víðir Hólm myndatökumaður hittum einmitt nokkra slíka í dag sem eru hér til að fagna nýja kínverska árinu. We have the Chinese New Year vacation, so we've been there. Yes, and for the Northland Light, maybe we can see it tonight. Have you seen them before? No, the first time, yes. Recently, Iceland is very popular in Chinese social media, so we are planning to hunt the Northern Lights tonight. Yeah. Have you seen them before? No, for the first time. We want to see the polar light, but it's our first day here, so we haven't seen it. It's a dream. It's a dream. Beautiful. The light and the beautiful. Já, eins og þau kannski sjáu þá ekki síður breytt hér innandyra. Hér verið að breyta öllu og gera fínt og hann hérna hjá mér, Björn Ragnarsson. Já, þið eru taka á móti fólki hérna í norðurljósaferðir. Hvernig hefur veturinn gengið? Hann hefur náttúrulega verið alveg einstakur. Það búið að vera algjör veðurblíða og frábæra aðstæður til að fara inn á ljós. Frá áramótum það bara eitt kvöld sem við höfum sleppt. Þó við höfum ekki alltaf séð ljós, þá hefur bara verið mjög oft sem við náðum að sjá ljós í okkar ferðum. Þannig að þetta bara verið frábært. Og hvað ætlaði að gera hér í litlu kaffistofunni? Við ætlum það heljarna bílaplan hérna við litlu kaffistofunni og við höfum svona upplifað það eins og í kvöld mjög kalt að fólk getur komið hérna inn og hlýja sér og fengið sér kannski einhvern kaffibolla eða heitt kakó og svo köllum við fólk þegar við sjáum norðurljós á himninum. Þannig að þetta er svona bæta upplifun og svo erum við að hugsa að vera hérna með einhver eldstæðahús hérna á bakvið og búa til svona skemmtilegri stemningu í kringum þessar norðurljósaferðir. Einmitt, og áttu vona að þetta haldi svona áfram? Þið að sjá fram á áframhaldandi mikið af norðurljósum í vetur? Nú á að fara að snjóa eitthvað á morgun, eitthvað sem við ekki sé lengi, en alltaf gaman að fá snjóin líka og hann bæði upplifun fyrir ferðamenn og hérna við líka, svona birtir okkur í skammdeginu. En jú, við höldum því að það er gott norðurljósasíson og spáin fyrir norðurljós bara lítur vel út fyrir hérna norðurhvel jarðar. Þannig að það er bara, við erum bjartsýn á það. Og þetta er alltaf vinsælt? Já, sérstaklega núna. Nú er kínverska nýjári í dag og þannig að mikið að kínverðum að koma til landsins og þeim finnst mikil upplifun í því að sjá norðurljós. Þannig að fólki finnst þetta frábært að sjá þessa töfrandi myndir á himninum okkar. Einmitt, við skulum vona að þeir sem komu hingað sérstaklega til þess að sjá ljósin í dag fái að njóta þeirra í kvöld en við ætlum að segja þessu loki hérna frá litlu kaffistofunni. Já, takk fyrir þetta Alma Ómarsdóttir. Birta Líf, það hefur verið sannkallað norðurljósa veður síðustu vikurnar, þurrt og alla dropi úr himni. Já, þetta er eiginlega búið að vera líflegur tími hjá okkur. Þetta er mjög þurr janúar og það sem hafi verið febrúar. En við erum að sjá breytinga á því núna hérna sunnanlands. Við erum að tala um það ekki fyrir norðan þó. Já, það eru breytingar að það er spáð snjókomu. Já, það er spáð snjókomu sunnanvert landið. Sjáum hérna kortið klukkan 5 á morgun og svo skoðum við hreyfikortið að það er þá að koma hér nú er tæknin eitthvað að stríða okkur, við skulum bara horfa á þetta kort. Já. En hérna það eru sem sagt skil að koma úr suðri og það er óvissa það hversu langt inn á landi ætla að koma. Þetta útlit fyrir að verði snjókoma annað kvöld og næstu nótt fram á miðvikudaginn.
mögulega rigning allra syðst en þetta verður skoðað betur í fyrramálið og ákveðið með viðvaranir á veðurstofnun en fólk beðið að fylgjast vel með því. Já, óvissu þá hversu mikið mun snjóa? Já, það bæði óvissu hversu mikið og nákvæmlega hvar það mun falla en það verður líka allhvasst með þessu þannig að það gæti verið skafrenningu líka á staðinn eins og Hellisheiðin og annar staðar á fjallvegum Sunnanlands að þá gæti verið erfið færð jafnvel næstu svona 2 sólarhringa. Nánar þetta í veðurfréttum eftir. Takk, Birta Líf. Takk. Veglegur rostungur nýtur veðurblíðunnar í fjörunni við Selatanga á Reykjanesskaga. Rostungar hafa nokkrum sinnum á ári komið upp að ströndum landsins undanfarin misseri og heimsóknum þeirra virðist fara fjölgandi. Á Selatöngum gömul verstöð miðja vegu milli Grindavíkur og Krýsuvíkur. Þar liggur hann makindalega í fjörunni, líklega að hvíla sig eftir langan sundsbrett en flestir rostungar halda til í norður Íshafinu. Ástrós Signíadóttir, fréttamaður, á rostungaslóðum. Hann enn í fjörunni? Já, hann liggur hérna í flæðamálinu, giska kannski 10 metrum hérna fyrir aftan mig. Það nú farið að rökkva þannig að þið sjáu nú sennilega kannski ekki til hans akkur þar sem ég stend. Við komum hingað fyrir svona klukkustund, hann hefur nú virkað nokkuð þreyttur, hann hefur litið upp svona öðru hvoru og kíkt á okkur. Ég þori nú ekki að giska á hversu stór og þungur hann en yfirleitt verða rostungar alltaf 1,5 tonna þyngd og bara höggtennurnar í þeim geta orðið meter að lengd og 5 kíló þungar. En svona þó þeir láti sjá sig nú stundum hérna við Íslandsstrendur þá það ekki mjög algengt að þeir komi? Nei, mér skilst það sé nú jafnvel frekar sjaldgæft. En eins og þú sagðir áðan, þá hafa þeir sést öðru hvoru, við hafnir kringum bæi á landinu. Meðal annars á Sauðakróki, Höfn í Hornafirði, Djúpavogi við Langanöströnd. Þannig að þeir kíkja grannlega við öðru hvoru. En þessi hér, hann liggur bara makindilega og við passa vel upp á að raska ekki ró hans hérna í fjörunni. Takk fyrir þetta, Ástrós. En bolludagurinn í dag og alls konar bollur á boðstólum, vastegsbollur eða gerbollur með sultu, súkkulaði, karamellu og búðingi og rjóma, svo nokkuð sé nefnt, ungir sem aldnir eiga sína uppáhaldsbollu. Ég að segja foreldrum mínum að ég á að þau eiga að fara með mig að kaupa bollur. Þau eiga það. Í hússtjórnarskólanum í Reykjavík voru nemendur á fullu við bakstur í morgun. Uppskriftin þó ekkert leyndarmál. Sko, það er engin leyniuppskrift, það þessi sem held ég allir að baka. Það bara smjör og vatn, brætt saman og svo hveitið hellt úti og hrært vel úti í heitt og stráð smá salt yfir, svo bara kæla í nokkra mínútur og hræra svo eggin úti í hrærivél. Baka þetta á 200 gráðum og opna ekki opnin í fyrstu 15 mínúturnar. Það galdurinn við vastegið. Í bakaríum landsins var unnið í alla nótt við bollubakstur og viðskiptavinnir eiga allir sína uppáhaldsbollu. Vastegsbolla með rjóma og súkkulaði ofan á. Marsinsbolla. Vastegs, súkkulaði, fullt af rjóma og sultu. Það púnsbolla. Og börnin á leikskólanum Furuskógi fengu bollur í síðdegiskaffinu. Ég finn svona á sósu. Ég vil sósu á þennan. Ertu búin að smakka bolluna? Nei. Viltu smakka hana? Nei. Súkkulaði. Ég sé puttana á rjómunum þarna. Bolla! Nú skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins og svo förum við í íþróttirnar. Fjöldi ungmenna á Íslandi verður fyrir ofbeldi í nánu sambandi við jafnaldra. Krakkar sem eru mikið á klám halda eitthvað sé eðlilegt sem það bara alls ekki. Kastljós fjallar málið og við útskýrum líka á mannamáli hvaða þýðir að tengja almannatryggingar við launavísitölu. En með tímanum eykst bilið og lífeyririnn dregst smám saman aftur úr. Og þetta breikkandi bil kallað kjaragliðnun. Og svo fyrir við í leikhús. Allt það sem skemmtilegt, fallegt og sorglegt og vandræðalegt og skrítið og fyndið. Þess ekki skýra það vel bara. Jón Erik Sigurðsson var 25. í svíi á vetrarólympíuleikunum á Ítalíu í dag. Það er besti árangur Íslendings í alpagreinum í 20 ár. Takk fyrir mig! Svíslendingurinn Loic Meillard vann sviðkeppnina eftir mikla baráttu. Norðmaðurinn Atle Lee McGrath missti af sigrinum í lokarennslinu og tók því frekar illa. Og
Leikmannahópur Íslands fyrir fyrstu 2 leiki undankeppni HM kvenna í fótbolta var valinn í dag. Ísland mætir fyrst heimsmeisturunum og svo Evrópumeisturunum. Íþróttir eftir andartak. Og skuli rifja upp helstu atriði frétta. Stjórnvöld geta nú afturkallað vernd útlendinga sem brjóta alvarlega af sér eða fremja ítrekuð brot samkvæmt lögum sem samþykkt voru einróma á Alþingi í dag. Olíuskortur hefur veruleg áhrif á íbúa Kúbu og Sameinuðu þjóðirnar vara við skelfilegum afleiðingum hans. Bandaríkjastjórn hefur stöðvað allan olíuinnflutning til landsins. Kínverjar hópast til landsins til að fagna nýja árinu sem gengur í garð í kvöld. Framkvæmdastjóri Icelandia sem fer með ferðamenn í norðurljósaferðir segir að veturinn hafi verið einstakur. Rostungur liggur í makindum sínum í fjörunni við Selatanga á Reykjanesskaga miðja vegu milli Grindavíkur og Krýsuvíkur. Rostungar eru farnir að gera sér ferðir hingað oft á ári. Flestir eiga sína uppáhaldsbollu, hvort sem þær eru heimabakaðar eða úr bakaríum landsins. Þessar klassísku eru vinsælar með rjóma og sultu og súkkulaði. Þá er þetta upptalið hjá okkur í kvöld. Hér ef þið viljið senda okkur ábendingar fréttir getið þið sendt pósta á netfangi fréttir@ruf.is. Takk fyrir samfylgdina á öllum okkar miðlum þar sem af er degi. Verið sæl og njótið kvöldsins. Á RÚV í kvöld. Silfrið. Sigríður Hagalín Björnsdóttir, Valgeir Örn Ragnarsson og Bergsteinn Sigurðsson fá til sín gesti, krefja með þeim atburði líðandi stundar og pólitískt landslag hverju sinni. Ólympíukvöld. Samantekt frá viðburðum dagsins á vetrarólympíuleikunum á Ítalíu. Umsjón Edda Sif Pálsdóttir og Gunnar Birgisson. Berit, betri maður. Ný norsk leikinn þáttaröð. Þegar nafn og andlit internettröllsins Toms er gert opinbert eftir kvenfjandsamleg ummæli hans, ákveður hann að dulbúast sem kona til að forða